Góðan daginn, elskurnar. Velkomin í Geimsýruna. Það laugardagurinn 20. júní. Við erum að jafnast, við erum að nálgast jafndægur, hittir að víst, held ég. Þegar að dagurinn jafn lengi og nóttin, var ekki eitthvað svoleiðis. Herðu, smá update hérna. Sko, þessi gaur hérna, hann heitir Danny Sheehan. Þetta sem sagt svona New York attorney sem hefur verið mjög áberandi í UFO umræðinni síðustu ár. Bæði sem rannsakandi og hann í miklum tengslum og hefur verið síðustu ár eða áratugi held ég. Sem sagt við bara deep state einstaklinga og uppljóstrara og hann hefur sem sagt varið á gegnum tíðina var lögfræðingurinn hans Lou Elizondo og fleiri og hann sem sagt kom núna nýverið fram í lítið áhugaverðu viðtali og það sem hann bendir á hann bendir á hluti sem make a fullkomin sense sem maður heyrir þá en einhvern veginn hann bara svo klár og nálgast þetta frá svo gaggrínni átt að maður einhvern veginn bara fattar það ekki fyrir en að hann segir þessa hluti og hann sem sagt með gríðarlegt magn af upplýsingum og þá aðalega bara svona hvernig djúpríkið vinnur og hvernig þessari uppljóstrun sem sagt hvernig henni háttað og trúið mig, það uppljóstrun í gangi forsendur, óvissar, en það uppljóstrun í gangi. En hann kemur með helviti áhugaverðan punkt. Hann talar einstaklinga eins og Harold Puthoff, sem ég nú rætt hérna í þessu hlaðvarpi. Gamall kall stofnaði Project Looking Glass, djúpríkis remote viewing deild innan CIA, rak hana í eitthvað 10-15 ár. Við erum að tala Lou Elizondo sem var sem sagt, hann stjórnaði, var ekki ATIP sem svona, deild sem var stofnuð með það að leiðarljósi að rannsaka sem sagt UFO tilfelli og Lou Elizondo og Christopher Mellon saman. Christopher Mellon svona aðmaráll í sjóhernum. Minni mig, hann sem sagt svona sjálífræðingur hjá sjóhernum, þeir tveir sleftu sem sagt lágu gögnunum í Leslie Kean sem sagt 2017 í New York deildina, New York fréttina segi ég, hann talar David Grush sem var náttúrulega rannsóknaraðili og bar sem sagt komið sinn vitnisburð sumar 2023, hann talar Dr. Eric Davis. Hann Danny Sheehan, hann talar alla þessa einstaklinga sem að koma fram og sem sagt að segja hluti og maður spyr sig, af hverju David Grush að segja meira núna en hann gerði fyrir ári? Af hverju Lou Elizondo, sem bara svona þungaræktamaður og bara með beintengsl bara inn í allar þessar stofnanir, af hverju kemst hann upp með til dæmis að leka þessum myndböndum árið 2017 af hverju kemst hann upp með að koma með svona fullyrðingar fljúgandi fugluti og geimverur, af hverju kemst hann upp með að fara fram fyrir þingnefnd og koma með eitthvað vitnisburð og veist hvernig stendur því að þessi maður kemst upp með sem sagt í dag að koma í viðtölum og segja hluti sem hann hefði aldrei getað sagt fyrir árið síðan. Hvernig kemst hann upp með að tala bara hluti eins og svona genetic hybridization eða bara svona genasplæsinga miðstöðvar út allan heim þar sem verið að blanda saman genum á jarneskum og ójarneskum verum og þetta það sem Lou Elizondo að segja en hann segir það ekki sko, på first hand, hann segir þetta svona
þegar hann spurður úti og hann lætur svona leiða að þessari spurningu og svo segir hann, já, ég hef heyrt þetta. Hvernig stendur á því hann kemst upp með að segja þessa hluti í dag og akkur hann sagði hann, þetta ekki fyrir árið síðan. Og Danny Sheehan, hann bendir á þessa augljósu staðrend þegar maður heyri það, að það er einhver staðar, og þetta er ekki þingið, þetta er eitthvað annað afl. Það er eitthvað afl, einhver staðar sem að gefur grænt ljós að hverju sinni fyrir þessa áhrifavalda sem eru pluggaðir inn í mainstream, þeim er gefið grænt ljós að hverju sinni til þess að koma fram með ákveðnar upplýsingar áður þess að fara út í díteila. Og þetta er gert sem sagt að tvennum ástæðum. Þetta er gert sem sagt ástæða númer 1, það er bara að ef það er búið að segja hlutin áður en hann er gerður opinber, þá er þetta orðið að old news. Þannig, það er búið að venja okkur við hugmyndina. Og núna, það hefur verið að tala tilvist þessara fljúgandi furðuhluta. Fæn, það eru komin 3 dropp hjá stríðsmálaráðuneytinu. Með öllum þessum furðuhlutum. Svo getum við deilt það hversu skýr þessi myndefni eru og skýrslur, hversu sem sagt, greinagóðar þar eru. En það er samt búið að leggja þessu út. Það er búið að vera David Grush talar crash retrieval program og reverse engineering program. Og fleiri hafa verið að tala það, sem sagt, af þessum þungavægtamönnum. Og Danny Sheehan segir núna í þessu viðtali sem hann fór í að það næsta sem að kemur fram, og það mun ekki verða eitthvað svakalegt sjokk fyrir fólk, því það er búið að segja okkur þetta, búið að dropa þess í okkur, en svona í því formi að maður bara svona, já, þetta er bara eitthvað svona he says, she says. En nú kemur það bara fram, ekki bara, hérna er myndefnið, hérna eru myndböndin, hérna eru skýrslurnar, heldur við erum actually með ójarnest flygildi í okkar höndum. Og það er það sem sagt kemur. David Grush er búinn að segja þetta, Lou Elizondo er búinn að segja þetta, Hal Putto er búinn að segja þetta, Lakatsky er búinn að segja þetta, Dr. Eric Davis er búinn að segja þetta, Jay Stratton er búinn að segja þetta. Allir þessi kallar, þeir eru allir búnir að segja þetta. Og þetta eru allt menn sem eru búnir að vera á gólfinu og hafa annarkot séð þetta með eigin augum, eða eins og David Grush hefur bara séð alla skýrslurnar og myndböndin, öll þessi reverse engineering og öll þessi crash retrieval myndir og myndbönd. Ekkert ósvipað við sáum hérna í lokin á þessari mynd, hérna Steven Spielberg mynd, hérna Disclosure Day. Og þannig að það er örugglega næst og svo erum við byrjuð að henda út svona litlum boltum, hvað var það svona genetic breeding stuff, þá erum við að fara inn í the biologics of it, við erum búin að díla við flygildin og þegar búið að díla við flygildin, hvað var að crash retrieval og reverse engineering, skilurðu, sem að kemur örugglega næst, þá förum við sem sagt í the biologics of it, sem sagt bara áhafnirnar sem hafa fylgt með þessum flygildum. Með öðrum orðum, það er verið að dropa þetta í okkur. Þannig að við ættum ekki að vera að spyrja okkur, eins og hann segir réttalega, hann Danny, við ættum ekki að vera að spyrja okkur, af hverju, það gefur svona svolítið augaleið, þetta er bara svona, við erum svo vitlaus, við erum svo ótrúlega bara eitthvað, við erum gett svo mikill aðlögunarhæfni og veruleikinn verður bara skrýtnar og skrýtnari og það er bara þannig, ég meina Jesus, ég var að horfa í gærkvöldi á myndina Don't Look Up, by the way, í 3. skiptið, ég horfði á hana með konunni minni, hún hafði aldrei séð hana og þetta er bara svona típist það sem ég er að tala við erum orðin svo, vitundarlega séð, erum við orðin svo menguð og veik að það er hægt að forrita okkur með
því að stýra efni sem fer út í mainstream og ég vil taka fram þóttu séum ekki að sjá mikla, nánast enga umfjöllun þennan málaflokk í íslenskum mainstream fjölmiðlum en það vill ég meina svona já, ekki til þess að móðga neitt ég alveg með ótrúlega góðu sambandi við marga sem sagt svona ég ætla að leyfa mér að segja innan svega blaðamenn en eru í raun bara semi-fréttaþulir en íslenskt mainstream bara, það bara rusl þá ég að tala fréttamiðla og ég ekkert eitthvað að fara út í personur en þetta eru bara einhverju svona hagsmuna pólitískir áróðuspésar veist, og bara frá öllum vængjum en það sem ég reyna að segja að þótt að sé ekki fjallað þetta hérna á Íslandi en enni viti, þá Vestanhafs á öllum mainstream fréttastöðum, þá þetta í stöðugri umfjöllun. Ég sé það, ég áskrifandi á öllum þessum mismunandi fréttamennum, hvað það sé Fox eða Sky eða CNN eða CBS og hvað þetta heitir allt. Það verið að dropa þessu í okkur og við erum ekki að spyrja okkur, við eigum ekki að vera að spyrja okkur af hverju, því það svar bara, veist, augljóst. Heldur eigum við að vera að spyrja okkur hver að gefa þessum mönnum leyfi að hverju sinni að tala ákveðin mál, hvað þenni málaflokk varðar að hverju sinni. Hver að stýra þessu? Og þá spyr maður sig, veist, ef það eitthvað sem stýri þessu, hver raunverulega með stjórn? Því við erum að tala hérna eitthvað svona trú á lýðræði og lýðræðislega kostna fulltrúa, hvort það séu forsetar eða ráðherrar eða þingmenn og þeir virðast bara í þessu samhengi, kemur svo skýrt fram, þeir hafa bara ekkert vægi, spáið í því. Við búum í lýðræði, djók, við búum nefnilega ekkert í lýðræði, þetta sýndarlýðræði, þetta svo magnað. Annað, yfir í annað, ég hef ekki sökt mér í það, en ég kem svona að þessu svolítið í minni nýjustu bók, UFO 202, sem by the way, að fara í prentun í næstu viku. Varandi COVID, varandi uppruna COVID. Það var nú ekki lítið sem ég var upp á afturlöpunum á COVID. Hvað var þar uppruna veirunar og forsendur veirunar og hver sleftinni. Og nú kemur Tulsi Gabbard, hún var sem sagt yfirmaður CIA, hún var látin fara daginn og henni var bolað út og nú kemur hún með yfirlýsingar og vísar í skjöl sem hafa verið gerð opinber sem sýna fram á tugi eða ekki hundruða leynilegra veiru rannsóknarstofa út allan heim held ég í 30 mismunandi löndum allstaðar annarstaðar en í Bandaríkjunum. Það sem að sýnir að Dr. Fauci til dæmis þegar að hann á sínum tíma var látin sem sagt var settur fram með fyrir þingnefnd til að svara by the way spurningum undir eið hreinlega laug. COVID-veiran var manngerð, hún var búin til í rannsóknarstofu í Wuhan og ekki bara var hann búin til heldur lítur allt út fyrir það að henni hafi verið vísvítandi sleppt og ég búin að vera að halda þessu fram síðan 2020 ég skrifaði blaðagreinar ég hélt löngu rönt þetta og auðvitað var fordæmdur fyrir vikið af alls konar fólki mér náið sem og ekki og nú þetta bara komið ljós að þetta var bara rétt og maður spyr sig í þágu hvers. Tilgangur þessara aðgerðar tvíþættur. Númer 1, ná stjórn, semst hólfa skiptri, skipulaðri stjórn á fólki. Þetta tilraun að sjá bara hvað við komumst langt með að setja fólk í ákveðnar raðir. Veist, ég keyrði fram hjá Laugardalshöllinni þegar var verið að sprauta þessu svokallaða bóluefni fólk. Ég sá hvað fólk var tilbúið til þess að gera þegar hvað kemur að afsala sér rétti sínum og dómgreind. Sko, samfélagslegri ábyrgð
þetta var tilraun, hvernig getum við stjórnað og stýrt narratífunni og búið til eitthvað ákveðið sem auðvitað felur líka í sér svo hertari reglur í kjölfarið og svona alþjóðlegri reglur eins og við sjáum. Nú Alma Möller djúpríkis drottningin búin að þarna koma nýjum lögum af stað sem ráðherra og hana sem að felur í sig möguleg bara þvingbólusetningar og úrræði sem segja að ef þú ekki hlýðir víði þá hægt að frelsis svifta þig og dæma með fangelsisdóm sem og fjársektum. Svakalegt. Þetta var að koma í ljós og þetta að koma upp á yfirborðið. Annars eins og ég sagði síðast í málaflokknum þá bara eitthvað svona, það ríkir eitthvað svona status quo. Ég veit ekki hvað í gangi. Bara veit það ekki. Ég held að núna sé að koma að því að við erum að fara að fá einhvers konar yfirlýsingu, einhverja ræðu og mjög líklega frá Donald Trump. Maðurinn alltaf svo sjálfsum glaður og hann mun ekki láta þetta tækifæri sér úr greipum renna. Hann mun verða forsetinn sem tilkynnir þetta. Þannig að það að fara að gerast og ég bíð svona svolítið spenntur eftir því. Það verður gaman að greina það. Ég sagði hérna í síðustu stiklu hérna daginn að ég fekk að sjá núna að það er búið að hanna kápuna að UFO 202. Hann Siggeir Hafsteinsson Sig Vicious, ég mæli með því skoði heimasíðuna hans, hún sýnir hérna vinnuna hans. Hann hannaði þessa hérna bók, þessa drungalegu kápu og hann ég fekk að sjá kápuna að UFO 202 núna bara fullbúna í fyrradag og þið geti leyft ykkur að vera spennt og hún svakaleg og umbrotið á þessari bók svakaleg sem auðvitað fær mig til að líta rosalega vel út því að í botn og grunn ég náttúrulega bara húsasmiður og ekki akademiskur eða í rauninni reynslu mikill rithöfundur en með hjálp góðrar ritstýringar og hönnunar og umbrots Siggeirs þá hefur mér tekist að koma þessu út þannig að þetta líti sómasamlega út. Þessi bók að fara í prentun UFO 202 núna í næstu viku og við höfum vonað henni úr prentun í lok júlí og þá verður bókin sett í ákveðna forsölu. Hún 10.000 orðum stærri en þessi hér. Þessi held ég 70.000 orð, UFO 202 eitthvað stærri kringum 80. Þannig að hún varð aðeins stærri og það farið þetta inn á þessa uppljóstrunar sveiflu þessa árs sem og þetta bara frásagnir fólks, margar íslenskar frásagnir og margar hverjar vægast sagt dularfullar. Sumar eru undir nafnleynd og aðrar ekki. Við erum að tala flugmenn, við erum að tala venjulegt fólk, við erum að tala lækna, bara fólk úr öllum starfsstéttum. Við erum að tala flugumferðarstjóra, við erum að tala brottnámstilfelli, við erum að tala hefðbundnar sýnir, við erum að tala bein samskipti bara við plasma orbs. Ég fer ítalega í einmitt plasmanettina sem að voru svo ábyrjandi núna í síðasta droppi stríðsmálaráðuneytis í Bandaríkjunum. Við erum að tala skammtafræðileg tengsl efnis líkamanns við kvontum, hvað varðar innsæi. Við erum að tala minningar út frá tíma, hvað sem sé línulegur eða ekki, en út frá línulegum tíma eða hugmyndin línulegan tíma, hvernig minningar geta verið annarkvort til hægri eða vinstri, þá úr framtíð eða fortíð
og ef við erum að tala framtíð þá erum við farin að skilgreina hugtök eins og innsæi og hvernig trú getur óbilandi trú getur manifesterað einhvern raunveruleika sem að innsæi segir okkur. Með öðrum orðum, við erum að ná í minningar úr framtíð. Með enn öðrum orðum, við erum farin að horfa við erum farin að sjá inn í framtíðina. Svona stöf. Psychedelics, DMT, reynsla sem að ég fer yfir og sem sagt og þá þeirri hugmynd varpað fram hvort að við séum þarna að fara inn í einhvers konar stýrikerfi, hvað varðar grunneðli efnisheims og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Svakaleg bók sem að ég ætla að leyfa mér að segja andlegri en þessi hér. Hún snertir á svona trúalegri heimsmynd, uppruna trúabragða, og mögulegum uppruna mannsins líka. Þannig nú það. Þetta átti nú að vera stutt geimsýra, varð að 22 mínútum. Mér þykir vænt ykkur, þið ráðið út frá frjálsum vilja hvort þið fylgið eða subscribeið geimsýruna á TikTok eða YouTube og það sem sagt þvottahúsið að UFO geimsýran og svo getið þið líka fylgt mér á Facebook undir því nafni sem að ég skýrður. Það sem sagt Gunnar Dan. Þar þetta líka birt. Nú ætla ég að skella mér í sánugús með minni heitelskuðu, mínum besta vin og lífsförunaut og elskuhuga, klettinum í lífi mínu. Ég var að segja henni það í gæra, ég sem sagt, ég sólskinnið í lífi konuna minnar og konan mín eru ræturnar í mínu lífi. Án hvers annars væru við með öllu algjörlega vonlaus. Þykir vænt ykkur, þetta næst. Namaste.